Já, Óskar, 3-3 jafntefli, hvernig er bara tilfinningin eftir leik? Já, tilfinningin bara, þú veist, hún er frábær. Þess við vorum búin að koma okkur í erfiða stöðu, byrjum seinna leiki frekar illa og einhvern veginn kannski þessi 2 mörk á blikunum voru fylgifiskur byrjarunar, þeir náðu augnablikinu. En svo bara einhvern veginn, þú veist, kunnum við ekki að gefast upp, kunnum ekki að hætta. Ég ætla að menna að við séum það núna í byrjun þessa móts að við bara vitum ekki hvort eða hvenær við erum sigraðir eða við bara kunnum ekki að hætta. Og ég er auðvitað bara ríkalega sterkur af þeim karakter, þú veist, að vera hérna á Kópavogsvelli og snúa 2-0 undir í 3-2 forystu er auðvitað bara feikilega sterkt og ber vott ofboðslega sterka liðsheild og sterkan karakter og kannski ekki síður trú. Þannig að svo þetta, þú veist, það hefði verið svona pilsuendanum að klára en leik með sigri en þú veist, við vorum bara að leita að 4. markinu og því miður náðum við því ekki inn þó mér fannst við fá tækifæri til þess og þá geta hluti gerst, stöndum hátt og þeir eru með gæði, þannig að ég held að við höfum fengið, þú veist, þegar þú svona kannski að byrja svona vegferð og þá er þetta alltaf að leita svörum og ég held að við fengið fullt af svörum í þessu leik, þú veist, svör eins og, þú veist, hversu sterkur karakter er í liðinu, hvernig bregðustu við þegar við fáum hérna 2 högg í magan, þú veist, ég hef sagt þetta svolítið svona svo, þú veist, reiðhjól, þú ert að læra að hjóla, þú veist, ef þú fer ekki aftur á hjólið þegar þú dettur, þá lærir ekki að hjóla og það var sama við þú veist, ef þú stendur ekki upp eftir 1 mark eða 2 mark, þú veist, þá átti ekki möguleika á að gera neitt, þannig að ég bara ríka lánaður, veist, og bara ríka lánaður líka með stuðningin frá stuðningsmönnum, þeir voru frábærir allan tíman og þannig að þetta er bara dásamlegt. Af hverju eru að leita að 4. markinu í stunni 3-2 og 90 stannar í myndi? Vegna þess að það er bara það sem við erum, það liggur sjálfsmynd okkar að sækja og þú veist, ég talaði það að við vísaði hérna Cortés og þegar hann brendi skip 1519 fyrir utan strendur Mexíkó, þannig að menn hefðu raun og verið ekkert val, þeir þurftu bara að fara upp á land og sigra Azteka í mikil undirtölu, þannig skildir það saman þetta. Þú veist, við erum búin að, ég tala við konuna minni í síðustu viku og hún var svona að spyrja hvort ég ætla ekki að fara, við erum að mæta Íslandsmeistarunum á þeirra heimavelli og hvort það ætlum ekki að fara svona varkátt inn í leikinn og ég sagði við hana, leit svona aftur fyrir mig og spurði hvort það segði einhver skip. Nei, hún sá engin skip, þannig að þá var því fljótt svara, það er bara, við erum búin að brenna skipin, þú veist, við munum ekki fara niður nema einhver þrýstokku niður af einhverju krafti eða gæðum eða sem auðvitað gerðist þannig í 2-4 mínútur undir lokin en þú veist, ég veit að einhverjir hefði viljað að við hefum bara reynt að leggja rútunni og halda eins og hundur á beini en það er bara ekki við. Leikurinn í stunni 2-1 þegar Eiðugötu minnka munin, maður fann það bara svona hvað leikurinn var að breytast á þeim tímapunkti. Þetta var svakalegt að fylgjast með þessu. Já, það myndaðist bara, þú veist, þá einmitt, þú veist, gripu við kannski augnablikið sem að var að það hékk einhvers staðar í lausu lofti og sá kafli dálítið frammi við 3. markið, þú veist, finnst mér vera sennilega besti kafli okkar í sumar. Þú veist, ég saknaði þess kannski aðeins í báðum hálfleikunum að við værum kannski, þú veist, við vorum full mikið á bara, þú veist, stigum pinnan í botn, þú veist, það var allt bara á milljón, svona hratt upp, hratt niður, svo voru hratt upp og hratt niður, við náðum aldrei, þú veist, það vantaði svona smá ró, þú veist, þó að við viljum vera fljótir upp og þó að við viljum spila hraðan fótbolta, þú veist, þá er nauðsynlegt samt
að geta hvílt sig með boltan, sérstaklega á móti liðin svo Breiðablik, og mér fannst við aðeins og bara eiga helling inni þar að reyna að hafa kannski aðeins betri stjórn á hraðanum í leiknum, en þú veist, hvað getur maður sagt, þú veist, ég horfði á 3 leiki á gras í gær og er þetta ekki það sem fólk vill? Eiður Gauti varð með Blika átt í miklum vandræðum með hann. Skagi var að spila í 4. deildinni í mörg ár. Getur þú útskýrt hvernig það gerist? Nei, hann er auðvitað bara góður leikmaður. Þú veist, ég held að allir sem að vildu sjá það, sáu það í fyrra. Þegar hann kemur inn í HK-liðið og kemst svona, þú veist, sérstaklega seinni partinn, þegar hann er komin í betra form. Þú veist, þá sjá þeir gæðin sem hann býr yfir, styrkin sem hann býr yfir og þú veist, já, ég er alveg sammálaður í því. Mér fannst hann var framúrskarandi góður á móti IA, hann var framúrskarandi góður í dag. Þú veist, það er ekki, ég meina, fyrir 2 umferðum fannst mér Ásgeir Helgi og Viktor Örn pakka saman Emil Atla og Andra Rúnari, þannig að það er ekkert gustug að verka að eiga í tríu við þessa 2 hafsenda, en hann var frábær og mjög mikilvægur og kannski, þú veist, var það að einhver leiti ástæða fyrir því að við fórum svolítið mikið, þú veist, og hratt upp á við. Þú veist, þar voru svæðin, þú veist, Blikarnir stigu á okkur maður og mann og svæðin voru, þú veist, fyrir framan hann og í kringum hann, þannig að hann leysti það frábærlega. Júli spilar sem 3. deildarleik fyrir KR í dag, fær fyrirliðabandið. Þetta er svona mikil ábyrgð á herðar ungs manns. Já, en Júlíus er 35 ára í anda, þannig að þú þarft ekki að vera neinir áhyggjur af því að hann kikkni eitthvað sérstaklega undan bandinu. Þú veist, hann er bara, þú veist, einn af leiðtogunum í þessum hóp. Maður finnur fyrir nærveru hans þegar hann er á æfingum sterkt, og svo finnur maður líka fyrir fjarveru hans sterkt, og þannig menn eru bara fæddir til að vera fyrirliðar og þú veist, hann er bara öflugur leiðtogi í þessum hóp og frábær leikmaður. Verður Aron lengi frá? Nei, ég vona í fullkomnu heimi þá verður hann klár fyrir leikinn á móti IBVF á laugardaginn. Þú veist, ef ekki þá gerir ég fasta ráð fyrir honum í bikarleiknum, en við reynum auðvitað allt sem við getum til að koma okkar besta manni á lappir eins og rætt og mögulegt er, en þó þannig að við séum ekki að taka ómenga sensa, eða bara enga sensa. Í lokin sést þetta að mæta hann á Kópavogsvöll sem andstæðingur Breiðabliks og spila við lið sem Halldór Árnason stýrir? Já, það var alveg sérstakt að koma þetta. Hérna var ég í 4 ár og átti frábæra tíma með mörgu fólki og það var gaman eitt af það, og svo voru sumir sem að maður hafði ekki nokkurn áhuga á að hitta, en þegar leikurinn byrjar þá er þetta bara svo hver annar leikur, þú er bara með frábæra stuðningsmenn fyrir aftan þig og svo, þú veist, er bara þjálfarinn í hinu liðinu hinum megin og það er eitthvað lið að spila, þú getur alveg sér Ólafsvíkurvelli þegar leikurinn er byrjaður, þá skiptir þetta engu máli, en svona fyrir leikjum var þetta sérstakt. Þið eru ennþá tablausir? Við erum ennþá tablausir með fullmörg jafntefli kannski fyrir margra smekk, en þú veist, við erum bara að byrja verkefni og þú veist, ég held ég sé ekki að yfirselja, við séum að vera að snáka olíusölumaður, þú veist, þegar ég segi það að þú veist, þessi byrjun, þú veist, er þess eðlis að maður er mjög spenntur fyrir því að sjá hvernig þetta þróast. Takk fyrir þetta, Óskar, og gangu vel. Takk hérlega.